hvað viltu gera í útlendingamálum? Og ég ætla að bragðbæta þetta en svo spyrja þig sko, núna erum við í fjölmenningarsamfélagi sem að hefur staðið undir öllum þeirri velmegun sem hefur skapast hérna síðustu 10 árum. Þið hérna tveir rassistarnir eru að færa rök fyrir því að það eigi bara að taka handbremsuna þessu út af því að þetta hentar ykkur ekki lengur. Aftur á móti er fólk búið að festa hérna rætur, það er fólk sem er að reyna að tala íslensku, það er að reyna að gera vel og þeir eru að standa undir láglauna liðnum á öllum sviðum samfélagsins. Þú hérna kemur og í rauninni ert með svona rasískan undirtón en þú fyllir ekki alveg eyðurna sem að fólk getur þó gert sem er frekar auðvelt og maður sér í gegnum þig. Þú kemur hérna og segir, nei, konan mín er sko af erlendum uppruna en það er bara eins og einhver sem að fer til Tæland svo kemur eftir gráa fiðringin heimsreisu með eina tælenska heim og fer svo að drullu yfir útlendinga á öllum sviðum á samfélagsmiðlum. Þetta er eitthvað sem við erum alveg að sjá í gegnum og þú getur alveg talað um það að þú hafi bara svona eitthvað smá áhyggjur og sért bara að spurja spurningan. Í rauninni ertu bara ekkert svakalega klár þingmaður sem að segist vera rosalega klár og ert eitthvað að nota íslensku fræðina þína með því að nota hugtök sem ungt fólk skilur ekki til þess að reyna að ná undir þig ákveðnum kjósandahóp ungs fólks sem að þú vilt bara gera rasistum sem að svo vonandi þú sér ekki einu sinni fyrir. Þú veist ekki einu sinni hvaða afleiðingar þetta mun koma til með að hafa og þegar þær afleiðingar koma í ljós, þegar þú ert kannski orðinn formaður Miðflokksins og byrjaður einhvern veginn að reyna móka undir því rasista atkvæðunum að þá einhvern veginn er þetta komið inn í allt annan raunveruleika sem að þú sást ekki fyrir. Já, þetta er hugaflug, það er ýmislegt, það er hægt að setja hlutina fram á marga mismunandi vegu, sko. Einfalda spurningin, hvað vill maður gera í útlendingamálum? Ef við byrjum þar. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.